Mér langar að nefna við ykkur þessa óánægju sem með hvernig verið að ráða ráðum inn í bönkunum hér og það skrítið að sjá ráðherra úr vinstri stjórn, mestu vinstri stjórn Íslands fyrr og síðar, koma hvern á fætur öðrum og segja, ég eiginlega lýsi yfir vanmætti sínum. Við getum ekkert gert. Þetta á færi einkaaðila og maður sér hérna Jóhannu gera þetta, maður sér Steingrím gera þetta og fleiri og einhvern veginn finnst maður að þetta sé að skaða ríkisstjórnina alveg rosalega mikið. Lilja? Já, ég er nú ekki sammála því að Jóhann sagt að stjórnvöld ætlaði ekkert að skipta sér að þessu. Ég verð að koma að einum punkti umræðan hérna áðan og það það Ísland á sér vini. Meðal annars sem þessa konu hér yfir Sjóli sem að þú vitnar hér á í upphafi og ýmsa aðra góða málsvara sem að við höfum að hampa og ég tek undir, ég held að sé hárrétt hjá Ólaf að mörgum sem misboðið innan Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hvernig hann hefur verið misnotaður. Þannig að okkar málstofur að komast meira á framfæri. Varðandi þetta sérstaklega, mér ofbýður svo sannarlega hvað eiga sér staðina bankana innan skilanefndina og svo framvegis. Og maður hefur það á tilfinningunni að í rauninni sé svolítið sama sukkið og var hér áður. Hvernig á að taka því? Vissulega eiga stjórnvöld að taka þar fast á málum. Eitt aðkoma gömlu útrásarvíkingana aftur í íslensku viðskiptalífi sem ég til óbáðulega. Hvernig hægt að taka þetta? Þetta ekkert mjög einfalt mál, en hvernig hægt að taka þau? Jú, meðal annars að krefjast álagsprófa eins og Lilja Mósesdóttir og fleiri hafa talað fyrir, krefjast að fólk sem hreina viðskiptaskráð þegar að komi aftur að íslensku fyrirtækjum, fara fram að keyra í gegn hópmálsókn til að tryggja frekari rétt fólks. Fara inn í bankana þannig að jafnræði sé tryggt og svo framvegis. Skilanefndirnar, þeirra lagalega umhverfi virðist vera mjög óljóst og óskýrt og það þarf að fara í það núna strax að búa til ramma utanum það. Það eru eins og ríki í ríkinu. Já, í kringum skilanefndirnar sé að verða til ný yfirstétt og það inni og í kringum nefndirnar sé að verða til ný yfirstétt á Íslandi. Já, og það ættnefnilega sem að, nú er mikið talað um rannsóknir sem að ég er mjög fylgjandi, rannsóknir nefndi í gangi, Eva Sjóli, sérstöku saksóknir og svo framvegis. Það vantar rannsókn einkavæðingu bankana og samspil stjórnmála viðskiptalífs þá. Ég hef mikinn áhuga á að færi fram rannsókn á því sem að gerast núna í hruninu. Hverjir að maka krókinn í hruninu, hverjir að græða á tá og fingri á hruni Íslands á meðan fæðandi konur, ófrískar konur norður landi að missa fæðingarþjónustu, á meðan verður að segja fólki loka endurhæfingarlaugum og svo framvegis. Þannig að sjálfsögðu bera stjórnvöldir líka ábyrgð, en það þarf að rekja, það þarf líka það að breyta hugmyndafræðina og það svona almennur heilaþvottur á mínum mati sem hefur átt sér stað í samfélaginu síðustu misseri að fjármagnskerfi eigi bara að vera frjálst, markaður sér þetta og það þarf að líka taka þeim rótum og það er einmitt á vinstristjórnin að vera óhrædd við að leggja nýjar línur. Við horfum á gamla hægri menn sem að þoldu ekki ríkisafskipti, þeir eru heimt að ríki fara að skipta sér af Arion og eitthvað svona og svo eru vinstrimenn að segja nei, það er ekki hægt að skipta sér einkaframtakinu og þetta er náttúrulega bara, það fer alltaf hringsnúast fyrir manni.